Hér eigum við að finna fasta punkta fyrir fallið 1 yfir x plus 1 og ég er með ennþá lausnaformúluna græna. Ég kalla hana bara það. Þetta er lausnarformúla annars stigs fall og þið þurfið að hafa hana alltaf hjá ykkur, glósa það eða kunna utan að. Og eins og ég hef margsagt þá er hver og einn skóli oft með bara sitt nafn á þessari formúlu. Hún getur verið kölluð imban, hún getur verið kölluð hvað sem er. En þetta er hún. Og maður kemur í ljós eftir smá af hverju við erum að fara að nota hana því að vissulega er fallið okkar f af x alls ekki annars stigs fall. Þetta er 1 deilt með x plus 1. En þegar við setjum fallið okkar jafnt og x eins og við gerum, það er það fyrsta sem við gerum því við viljum að y sé jafnt og x, þá er það fastapunktur. Þannig við setjum fallið jafnt og x og einföldum það svo og þá sjáum við hvað gerist. Þegar við fáum svona jöfnu þar sem að x-ið er í nefnaranum, að þá viljum við alltaf byrja á því að gera eitthvað til þess að ná x-inu upp í teljaran. Þannig ég ætla að gera hérna rauðan sviga utan nefnaran og svo ætla ég að margfalda með þessum sviga bæði hægra og vinstra megin við jafnaðarmerkið. Ég margfalda með x plus 1 sviganum og þá dettur hann út hérna megin. Og eftir stendur bara 1 vinstra megin en hægra megin stendur x sinnum svíin x plus 1. Nú er x ekki lengur undir striki og það er gott. En við þurfum núna að margfalda inn í þennan sviga og sjá hvað kemur út. X sinnum x er x í öðru og x sinnum 1 er x. Nú er þetta farið að líkast annars stigs formúlu og nú skil ég kannski af hverju ég er með hana hérna hjá mér. Því að hér höfum við x í öðru og það sem við viljum núna gera er bara að fá 0. Öðru hvoru megin við jafnaðarmerkið. Oftast er það hægra megin en ef við gerum það þannig þá verður þetta svona mínus x í öðru mínus x plus 1 jafnt og 0. Það er alltaf margir mínusar fyrir minn smekk. Þannig ég ætla bara að segja mínus 1 á báðar hliðar og þá fæ ég út 0 og svo x í öðru plus x mínus 1. Nú er ég bara með miklu færri mínusa og það finnst mér voðalega gott. Og þetta er alveg nákvæmlega það sama eins og að skrifa þetta upp svona. Skiptir ekki máli. En við getum fundið a, b, c. A er talan sem er fyrir framan x í öðru eða margfölduð með x í öðru er einu sinni þannig að a er 1. B er þá stöðullin við x. B kemur líka bara, þetta er bara b, ekkert annað en b, þannig að það er bara 1, einu sinni b, 1b. Og c er ekki 1, heldur mínus 1. Og þegar við vitum núna a, b og c, þá ætlum við að reikna d og ég ætla aðeins að stytta myndbandið og reikna bara snöggvast fyrir ykkur. D er 5. Samkvæmt formúlunni b í öðru mínus 4 sinnum a sinnum c. Og þá reiknum við næst hvað er þá x. X er mínus b, það er að segja mínus 1, plus eða mínus kvadratrótin af 5, deilt með 2 sinnum a, sem er 1. Og ef við einfaldum þetta, þá lítur þetta svona út, mínus 1 plus mínusrótin af 5, deilt með 2. Og það er ekkert hægt að fá meiri einföldun hér. Þetta er bara svarið. Og ef við setjum þetta svona inn í mengi allra fastapunkta, að þá myndi mengið vera annars vegar mínus 1 plus rótin af 5 deilt með 2 og hins vegar mínus 1 mínus rótin af 5 deilt með 2. Þetta eru þessir 2 fastapunktar. Nú verð ég að viðurkenna að ég bara hreinlega man ekki hvort að
ég var búin að teikna fallið og semst byrja alltaf á því að teikna fallið, ég held ég hef ekki byrjað á því núna. Þannig að nú skulum við bara teikna það í Desmos og athuga hvort að svörun okkar er rétt, hvort að það er þetta -1 + -rótina 5 deilt með 2. Hér er fallið og hér eru 2 fastapunktar og ég sé ekki á þessu, ég sé vissulega að það eru 2 fastapunktar, en ég fékk -1 + rótina af 5 deilt með 2. Þetta er sama talan eins og Desmos sýnir mér, 0,61803. Þannig að þá veit ég nú að það hefur verið rétt hjá mér. Getur þetta kíkt í svörin eða sýnir þetta með bókinni, en bara svona til að sýna ykkur hvað þið gerið ef þið sjáuð ekki hvort ykkar svar er rétt. Segjum að þið hefðu kannski fengið -1,6108 og svo framvegis, að þá sjáuð þið hér að þetta er alveg nákvæmlega sama svarið eins og ég fékk með nákvæmugildi, en Desmos gefur okkur námundagildi, en svo eru auðvitað til önnur forrit sem gefa alltaf nákvæmt gildi og þá bara notið þau að þið finnið þau. Ég veit um eitt en ég man í augnablikinu ekki hvað það heitir. 0,618, hvað sögðum við? 803. Þetta er ekki nákvæmt svar. Því það eru óendanlega margir aukastafir hérna sem að forritið sýnir ekki. -1 + rótin af 5 deilt með 2. Þetta er nákvæmt svar og þess vegna reynum við eftir bestu getu að skila alltaf nákvæmu svari. Ok? Örstutt upprifjun, við erum með fallið, við byrjum á því að setja fallið okkar jafnt og x. Við gerum það hér. Leystum svo jöfnuna og fengum annars stigs fall og þá gátum við nota lausnaformúluna til að finna x-ið. Síðan teikna til að athuga svarið eða byrja á því að teikna og gera okkur grein fyrir því að það er munur á því að skila nákvæmu svari eða námundun. Þetta er námundun hérna.